Ágætu félagar, ég vil þakka tækifærið að fá að tala á vísindadegi SAK og HHA og ég vil þakka sérstaklega fyrir það að fá að tala það efni sem mér hugleiknast, en það innra eyra. Ég tók með mér hérna útprent af kúpu, höfuðkúpu, hluta höfuðkúpu manns. Og hér má sjá hlustina, hér má sjá stikilbeinið og hér má sjá kinnbeinsbogar. Og ef við kíkjum inn í kúpubotninn, þá sjáum við hérna tvær holur í klettbeinshluta gagnauðabeinsins. En þarna búið að opna og prenta og gefa okkur tækifæri til að sjá innra eyrað þarna inn í klettbeinshlutanum. En hér erum við með innra eyrað og þetta raunstærð á innra eyra úr manni. Og það á stærð við fjarkjúku litla fingurs ef hafa má eitthvað viðmið í huga, kannski á við nöglina. Nú, þetta líffæri mjög áhugavert og það tvískipt. Það kuðungurinn, heyrnarhlutinn, og jafnvægishluti sem öndin eða miðhlutin og bógangakerfi. Þetta viðtakakerfi sem nemur hreyfiorku tengd heyrn og hreyfiorku tengd höfuði og líkamanum þar með og aðdráttarafli jarðar. Það eitt mjög sérstakt við þetta líffæri. Það að heyrnin gefur okkur tækifæri til þess að nema hljóð úr ytra umhverfi okkar. Tónlist, hjal unga barna, hljóð sem bera með sér viðvörun hættu, tal mann á milli, bera á milli upplýsingar og þekkingu og þar með leggja grunn að framfæri. Þetta sem sagt líffæri, kuðungurinn, sem alltaf að segja okkur frá einhverju sem gerist í umhverfinu og við erum gríðarlega meðvituð sé kuðungurinn og heyrnarlíffærin virk. Þessi hluti hérna aftur á móti, upplýsingarnar frá jafnvægiskynsviðtökunum í bógöngunum og andarhlutanum, þau koma aldrei til meðvitundar. Við erum aldrei að velta því fyrir okkur að við höldum jafnvægi, við séum upprétt í hvaða átt aðdráttarafl jarðar sé að toga okkur, hvernig við erum að hreyfa okkur. Við sannarlega skynjum hreyfingu til við sjáum umhverfi okkar færast fyrir augunum. En að öðru leyti erum við ekkert meðvituð sem sagt hreyfingu okkar að uppréttu stöðuna. Þetta sem sagt algjörlega tvískipt. Það annars vegar heyrnin í kuðungnum sem gríðarlega háð meðvitund og svo það jafnvægisskynið sem við í rauninni erum ekki að velta fyrir okkur, ekki að trufla meðvitund okkar daglega. Þessar upplýsingar sem koma frá jafnvægiskynsviðtökunum, þær fara alla hluta miðtaugakerfisins. Þær fara til mænum, til heilastofns, til litla heila og það má segja að þetta eina skynlíffæri sem sendir taugabrautir beint inn í litla heilan og síðan fara þessar upplýsingar inn í mið- og milliheila og alveg upp í heila börg. Jafnvægisskynið sem að finna hérna í andarhlutanum og bógöngunum, það ekki nóg til þess að við getum staðið upprétt. Jafnvægisskynið gerir ekki kröfu sem sagt, við þurfum meira til þess að halda jafnvægi, þannig að jafnvægisskynið ekki hluti af sem sagt jafnvægiskerfinu. Jafnvægiskerfi gjarnan kallað kerfi stöðugri stjórnunar og það sjáum við hérna. Það ekki bara innri eyrun, heldur það líka sjónin. Það vöðvaskynið, proprioceptionin og það þrýstiviðtæki í. Þessi skynfæri senda stöðugt upplýsingar inn til miðtaugakerfisins ástand uppréttu stöðunar sem sendir svo út leiðréttandi boð til líkamans
þannig að viðkomandi geti haldið við þessari uppréttu stöðu. Þessi upprétta staða, eða þetta kerfi afturvirkt stýrikerfi. Ég bið ykkur afsökunar á að nú textinn öfugur en enga síður þá að ræða afturvirkt stöðukerfi sem kallar á nýjustu upplýsingar frá þessum kerfum á hverri tímaeiningu, þannig hægt sé að stjórna þessari uppréttu stöðu. Það er vert að geta þess að hjá manninum þá vægi sjónar alltaf að verða meira og meira. Við notum augun meira og meira í tilveru okkar til þess að greina umhverfi okkar og til þess að greina ferð okkar og tilveru inn í rýminu. Þetta þekkjum við vel, til dæmis eins og hvað varðar hreyfinguna, þá þekkjum við það vel að við sitjum í járnbrautarlest og sem stoppar á brautarpalli og lestin við hliðina fer af stað, þá erum við sannfærð að við séum á hreyfingu. Það tekur nokkrar sekúndur þar til innra eyra hefur sannfært heilann að við séum kjur og þá áttum við okkur á því að það lestin við hliðina sem að fara af stað. Þetta fyrirbæri betur og betur þekkt. Það að segja að við erum mörg hver orðin mun sjónháðari hvað varðar getu okkar eða færni eða val okkar að nema hreyfingu okkar í umhverfinu og uppréttu stöðuna. Það við erum sjónháðari. Og það gerir það að verkum að sjón hreyfiríkt umhverfi eins og til dæmis niður í miðbæ þegar margir eru að ferða að labba, margir bílar, mikið hreyfiáreiti í sýnilega umhverfinu, að þá geta margir átt í erfiðleikum með jafnvægi. Þetta kemur inn á það sem ég langar svolítið að segja ykkur varðandi þessa stöðustjórnun og það einfaldlega þetta sem við kallum hreyfiveiki eða sjóveiki. En hreyfiveikin einfaldlega þannig til komin að þessar upplýsingar frá þessum skynfærum, þær passa ekki. Skynfærin að segja heilanum mismunandi sögu. Ef við erum að standa um borð í skipi sem út á sjó í miklum öldugangi og þar með hreyfist mikið, þá það innra eyra sem stöðugt að senda heilanum upplýsingar þetta öldurót. Heilinn kallar eftir staðfestingu augna að það sé heilmikil ferð í gangi, en augun oft á tíðum geta ekki staðfest þessa hreyfingu. Það einstaklingun kannski situr niður í káetu og horfir á vegginn á káetunni sinni sem hreyfist með skipinu og lappirnar eða vöðvaskynið í fótunum getur ekki staðfest að einstaklingun sé sjálfur á mikilli ferð þar sem hann situr kannski eins og ég sagði áðan í stóli eða á rúmstokki. Þannig verður misræmi í þessum skynupplýsingum og þetta misræmi kallar á þessa sjóveiki. Í síðastliðið sumar þá var haldin hér á Akureyri við sjóveikiráðstefna, fyrsta alþjóðlega sjóveikiráðstefna eða hreyfiveikirráðstefna og þangað komu gestir frá 15 þjóðlöndum og var fjöldi þátttakenda rétt tæplega 100. Það var mjög ánægjulegt að segja frá því að á þessu þingi þá komu aðilar frá Frakklandi sem hafa verið að þróa og framleiða sjóveiki-hermi og þeir komu með þennan hermi og með hjálp styrktaraðila þá hefur okkur tekist að kaupa þennan hermi og hann nú staddur hér á Akureyri. Við erum í þessum töluðu orðum að vinna að uppsetningu þessa hermis og til að byrja með hann til staðar í Háskólanum Akureyri og hann býr yfir gríðarlegum möguleika á að rannsaka hreyfiveiki og jafnvægi og stöðustjórnun. Og þarna má prófa ýmislegt, þarna getur fólk
æft með sýndarveruleika búnaði, það að skíða niður brekkur, þarna má æfa sig eða þjálfa hugsanlega burtu lofthræðslu, þarna má þjálfa svima sem kemur fram í hreyfiríku umhverfi, svo fátt eitt sé nefnt. En lykilatriði í herminum sjóveiki þjálfunin og hún mjög raunveruleg þegar viðkomandi stendur á herminum með sýndarverulega gleraugun á nefinu. Og ég ætla að sýna ykkur hér smá bútu af þeim, nokkra vídeóbúta af þeim möguleikum sem þetta tæki leyfir okkur að gera og ég vona að þið fáið að njóta þess. So, 0 is okay. Má ég biðja að kíkja niður á skíðin og horfa fram og horfa til hægri Okay, so this og for horfa the til vinstri. bumps and the gates, Og beint fram. the width of the gate and the amplitude, it means how far they are from on the left or on the right. Okay. Okay? So, Let's start. there should be... So you can control the movement. Alright. Okay, so you can set this to 0. Mhm. It means now the platform is stable, Mhm. but still he can move with his center of pressure. Yes. Okay, so it's like static rehabilitation, or a bit higher. And the rough. Are you ready? Ready? Those are high. We can, put on this 50% would be enough. Not too much because you can. A bit more. Yeah, because there's skiing, but also Siemens. So Yeah. Okay, and you control the movement of the boat with either this or the arrows of the keyboard here. Oh, the arrows or the keyboard. Okay, but probably the joystick is better for the next time. Yeah. It's easier to do. So, But yeah, you're done now. who is controlling now? Yeah. Paulo. Ah, Paulo. Okay. Perfect. facevi impazzire. So you have two different ways of making it move more. You can put more movement here. Okay. Again, please. Ég vona að þessar myndir hafa ekki áhuga ykkar á herminum. Hann stendur okkur öllum til boða. Ef einhverjir hafa áhuga á að kynna sér hann betur, þá stefnum við að því að hafa kynningu nú í október á herminum sjálfum og ef einhverjir ykkar hafa brennandi áhuga á að gera einhverjar rannsóknir eða kanna hvort mögulegt sé að gera einhverjar rannsóknir með eða í þessum hermi, þá endilega hafið samband við. En með þessum orðum þá þakka ég fyrir að hafa fengið þetta tækifæri til að vera með þetta.